Fréttir loftslagsbreytingar og að við þurfum að ganga betur jörðin okkar hafa varla farið fram hjá neinum. Okkur langaði því að hitta einhvern sem vinnur við að gera umhverfi okkar betra og sjálfbærara. Því mæltum við okkur mót við Guðrúnu Schmidt, fræðslufulltrúa Landgræðslunnar, til þess að fræðast hvaða hlutverk hún og félagar hennar þar hafa. Landgræðsla ríkisins hefur það hlutverk að stöðva jarðvegseyðingu og jarðvegsróf, að endurheimta vistkerfin, sem sagt vistheimt svo kallað, og að stuðla að sjálfbærri nýtingu, landnýtingu, og hafa þá líka eftirlit með landnýtingu. Og hvað eru mörg hérna á Austurlandi sem starfið hjá Landgræðslunni? Við erum 2. Já. Og hvaða verkefnum eru þið svona aðalega að sinna hérna á skrifstofunni? Sem sagt, héraðssetri hér eins og Landgræðslan starfar héraðsett víða land til þess að vera svona nálægt fólkinu og nálægt svæðunum. Og þá eru það náttúrulega bara þau verkefni sem Landgræðslan sinni í hverju héraði, eins og samstarf við bændur, samstarf við sveitarstjórnir, samstarf við aðra og félagasamtök og slíkt, og síðan fræðslu. Guðrún segir samstarf við bændur ganga einstaklega vel, en Landgræðslan með verkefni Bændur græða landið, auk landbótasjóðs. Eitt af hlutverkum hennar að fara í skóla og ná til ungs fólks. Það svona nokkuð nýtt á döfinni og núna vorum við til dæmis, það tengt ákveðnum styrk sem Landgræðslan fekk úr samfélagssjóði Alcoa Foundation til þess að endurheimta votlendi í Fjarðabyggð, í samstarfi við Fjarðabyggð. Og í þeim pakka líka inni að fræða og sérstaklega skólabörn. Þetta hérna votlendisjarðvegur og ég vil að þið skoða þetta aðeins og segja mér hvað finnst ykkur öðruvísi við hann en við mold eða sand. Í haust var Guðrún með slíka fræðslu í Fjarðabyggð. Þær Kristín Mjöll, Kristín Bríett og Líf voru meðal þeirra sem kynntu sér votlendi og endurheimta þess. Ég veit að það vantar mjög mikið og verið að útrýma. Ekkert í útrýmingahættu en það vantar. Það svona eins og svampur og það búið að grafa margar skurði þannig að það að fara mjög mikið. Og það líka heimili fyrir marga fugla og plöntur og dýr og svona. Og skordýr. Það mjög mikið vatni. Já, það mjög mikið vatni. Þegar mýri ræst fram eða votlendi ræst fram, þá náttúrulega verið að grafa skurðir og þar með tekið vatn af svæðinu. Þá kemst súrefni að og þá byrja þessa gróðurleifa að rotna. Ef það verður ekkert votlendi, þá gufar það upp. Þá mengar líka út af því að plönturnar inni eru rotna og það kemur svo mikið koltvísýringur í loftið og það getur mengað mjög mikið. Og líka votlendi, ef það kemur flóð, þá getur það hjálpað við það að stoppa það, eða þá fer vatni bara ofan í votlendið og þá verður engin hætta á því að komi flóð. Og hvernig þótti stelpunum fræðslan? Mjög skemmtilegt. Hún hjálpaði mér mikið og við vitum mikið meira votlendið. Já, það eru með allt á hreinu núna. Hvaða skilaboð hafa þær til stjórnvalda eftir að hafa lært votlendi? Ekki að gera tún. Og ekki grafa fleiri skurði og kannski fylla upp í eitthvað ef þið eru hægt að nota. Já. Þurfið þið ekki að nota það? Og það alltaf mikið af túnum sem þarf ekki að nota, en þau eru þarna bara út af því bara búið að grafa skurði í votlendið. Vissu krakkarnir hvað votlendi var og hvernig náðu þið að kynna það fyrir þeim? Það var ekki mikið þekking á votlendinu og það var þess vegna ofboðslega mikilvægt að fara út fyrst og skoða þetta og þannig að krakkarnir gátu uppgötva sjálfir hvað þetta er og hvað þetta gerir, hvað hlutverk það hefur. En síðan finnst mér gífurlega mikilvægt og það reyndi ég að gera með þessum leikjum sem fylgdu svo í kjölfar að krakkarnir tengja votlendi við sitt eigið líf. Og hvað skiptir votlendi máli fyrir mig? Tengist það eitthvað mínum fötum, mínum mat eða eitthvað slíkt? Og með þessum leik sem við fórum í þá að uppgötva bæði hversu stórt vistspor við hér í vestrænum heimi erum með og hversu mikið óréttlæti í heiminum líka
og að það óþarfi að vera með svona stórt vistspor og það voru svo rosalega góða umræðu síðan það hvernig við getum minnkað okkar vistspor og einmitt að bara hugsa að kannski þetta bómull í hérna sturtumabúlnum mínum framleitt á akri sem framræst votlendi og að því ég á 10-20 bólir þá eða kannski einum of, ég þarf ekki og þá hefði kannski ekki þurft að framræsa svona mikið votlendi ef hver og einn með minna og ná þessa tengingu. Og heldur að næsta kynslóð, eða unga kynslóðin sem yngri en ég og þú muni vera meðvitari og kannski betri jarðarbúar heldur en við höfum verið? Ég held við höfum bara ekkert val það. Það bara, við verðum að taka okkur á.